Sæl og velkomin á þennan mikilvæga upplýsingafund út af skriðuföllum á Seyðisfirði. Ég vil byrja á því að tala ef það kom einhver tæknivandamál, láta okkur vita, þannig að við getum brugðist við. Og svo vil ég láta okkur vita því að hægt að senda inn fyrirspurnir á mulaþing@mulaþing.is. Mér finnst ástæða til að gefa ykkur smá upplýsingar mig, en ég heiti Margrét María Sigurðardóttir og ég var skipaður lögreglustjóri hér 1. apríl síðastliðinn og ég búin að vera bara í endalausi almannavarnavinnu frá því ég kom út á COVID og svo núna aftur út af því sem við erum að glíma við núna. Og það er hættustig og áður neyðarstig vegna skriðufalla á Seyðisfirði og ennþá er óvissustig vegna skriðuhættu á Austurlandi og svo er búið að aflétta hættustigi vegna skriðufalla á Eskifirði. Ég myndi svo gjarnan vilja hitta ykkur öðru tilefni þessu í fyrsta sinn, en þetta er bara svona. En bara til að segja ykkur frá því þá Seyðisfjörður alveg einstaklega stóran og mikinn stað í mínu hjarta og minni fjölskyldu. Æðruleysi og elja Seyðfirðinga snertir okkur öll. Hugur allra landsmanna er hjá ykkur Seyðfirðingum og við finnum fyrir mikið stuðning í þessum aðgerðum. Og við munum fara í gegnum þetta saman. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa komið að þessu verkefni, öllum lögreglumönnum, almannavarnadeild, björgunarsveitarfólki, Seyðfirðingum, starfsfólki Veðurstofunnar, sveitarfélagsins og ég gleymi örugglega fullt af fólki, ég vil bara þakka ykkur öllum sérstaklega fyrir. Og svo vil ég þakka Austfirðingum og landsmönnum öllum fyrir hlýhuga stuðninginn. Á morgun eigum við von á ráðherrum sem eru búin að lofa okkur stuðningi og aðstoð að byggja upp Seyðisfjörð. En við höfum áhyggjur á COVID og fyrirbærin eru þau að allir sem koma að Seyðisfjörð og eru utanaðkomandi skuli fara í skimun áður en við komum þangað. Og þá líka við ráðherrana og fylgdali þeirra. Og dómsmálaráðherra hefur haft samband við mig og fylgist með stöðinni. Það verður hérna ólíkir sérfræðingar sem munu taka til máls og upplýsa það hvað er í gangi og lokum munum við ræða saman. Og ég vil að þið sjáið fólki sem er á bakvið þessa aðgerð og við erum öll á þjónustureiðubúin og við erum að vinna fyrir ykkur. En við verðum að muna það á stundum eins og þessum, þá verðum við að huga grunnþáttum, við verðum að sofa, við verðum að hvílast, við verðum að nærast, við verðum að drekka vatn og passa upp okkur sjálf. Og svo bið ég ykkur að ræða við börnin og hughreysta þau. Og við stöndum saman. En næstur á mælendaskrá er Björn Ingimarsson, sveitarstjóri í Múlaþingi. Já, takk fyrir þetta, Margrét María. Og kæru íbúar, ég hefði nú gjarnan kosið ef við erum að koma saman til fundar og annarri ástæðu en þeirri sem veldur fundi okkar í dag. En ef ég fer svona aðeins yfir stöðu mála þá voru starfsmenn sveitarfélagsins og verktakar voru búin að vera að vinna og voru komin á stað við að hreinsun gatna, niðurfalla og að veita vatni frá húsum í síðustu viku. Eða þar til skriðuföllin dundu á okkur þarna síðastliðinn föstudag. Það náttúrulega stöðvaðist sú vinna og það hefur ekkert verið heimilað að hefjast handa á ný. Tíminn hefur hins vegar verið nýttur til þess að undirbúa verkin, þannig að hægt verið að standa vel að málum þegar við komumst aftur á stað. Fjöldahjálparstöð var opnuð Egilsstöðum eins og þið hafið orðið vör við og það tókst ágætlega að koma henni af stað og nú hefur stöðin í Herðubreið aftur verið opnuð. Aðgerðarstjórn hefur verið virk á Egilsstöðum sem og vettvangsstjórn á Seyðisfirði. Má segja að báðir þessir hópar eru vel bara mannaði góðu fólki og þetta er fólk að standa sig vel þarna. Rafmagni hefur verið komið á nánast allt svæðið á ný og auk þess að eiga fjarskiptatengingar vera tryggðar. Ég á von á Guðmundur Hólm hjá Rarik gerir svona betur grein fyrir þessu á eftir, hann mun koma hér inn á fundinn. Rýmingu var aflétt að hluta til í gær og vonir standa til þess að hægt verði að útvíkka þetta enn frekar
Hvort það verður í kvöld eða á morgun þori ég ekki að segja, en ég held hins vegar að það sé alveg ljóst að ákveðin svæði því miður verði áfram lokuð. Það hafa margir haft samband og boðið fram aðstoð. Verktakar víða hvar á landinu hafa verið í sambandi við okkur, bjóða fram bæði mannafla og vélar og tæki. Húsnæði, það hefur líka verið haft samband við okkur varðandi það að bæði hér í nærsamfélaginu og bara hér og þar á landið, það sem boðið upp á húsnæði ef þörf á, Iceland Connect hefur haft samband og gert grein fyrir því að þeir muni mæta þessum aðstöðum með þá afsláttum og bara sem dæmi að menn munu ekki fara frá breytingargjald og annað þess háttar en menn þurfa að breyta flugi þessu tengt. Heilbrigðisstofnun Austurlands býður fram á sérþjónustu eins og sálfræðiþjónustu og bendi ykkur á að kynni ykkur upplýsingar varðandi það á heimasíðu HSA. Þjónustumiðstöð almannavarna mun opna í Herðubreið og ég reikna með að Víðir grein okkur svona frekar frá þessu í innleggi sín á eftir. Og síðan höfum við, eins og kom fram hjá Margrét Maríu, við höfum verið í samskiptum við bæði þingmenn og ráðherra. Ég von á heimsókn forsætisráðherra, fjármálaráðherra, dómsmálaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á morgun og eins áttum við fund í dag með ráðherra umhverfis- og auðlindamála og gerir hann ráð fyrir því að koma til okkar til fundar í janúar ásamt þá sérfræðingum í ofanflóðavörnum og við erum þá jafnvel að horfa til þess að blása þá til annars fundar með íbúum. En það sem að mér hefur fundist aðdáunarvert, meðal annars í rauninni sú samheldni og þessi yfirvegun ykkar íbúan á Seyðisfirði og þann styrk sem þið hafið í rauninni sýnt við þessi áföll. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég hreykinn af því að vera þeirra gæfu aðnjótandi að fá að starfa fyrir fólk eins og ykkur. Enda munum við leggjast á eitt að koma á þeirri endurbyggingu sem þörf verður á, auk þess að strax verði farið í aðgerðir til þess að tryggja til framtíðar samfélagið sem til staðar á Seyðisfirði. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra allavega í bili en gef þá fundarstjóra aftur orðið. Margrét. Takk fyrir þetta, Björn. Næst komið að Hörpu Grímsdóttur og hennar vinnufélögum á Veðurstofunni en þau eru búin að vera undir gríðarlegu álagi því það hefur verið margt í gangi á sama tíma og við þökkum þau fyrir þeirra störf. Gjör svo vel, Harpa. Takk fyrir. Ég ætla að prófa að deila hérna skjánum og sýna ykkur nokkra glærur. Sést skjárinn minn núna. Sæl öllsömul, Harpa Grímsdóttir heiti ég er fagstjóri ofanflóðavaktar Veðurstofunnar. Ég ætla að fara hérna lauslega yfir aðdraganda að þessari skriðuhrinu, vöktun okkar og mati á aðstæðum, skriður sem hafa fallið, mælingar sem hafa verið gerðar, matið á aðstæðum í dag og svo næstu skref. En fyrst aðeins hlutverk Veðurstofunnar. Veðurstofa Íslands hefur það hlutverk að annast vöktun vegna náttúruvár og gefa út viðvaranir og spár yfirvofandi hættu af völdum veðurs og veðurtengdra þátta, jarðskjálfta, eldgosa, hlaupa, vatnsflóða og ofanflóða. En þar að auki hefur Veðurstofan sérstakt hlutverk varðandi vöktun og snjóflóðahættu. Það að gefa líka út staðbundnar viðvaranir og lýsa yfir hættustigi og láta rýma hús þegar talið að hætta geti skapast. En þessi undantekning á ekki við skriðuhættu. En hins vegar, þegar skriðuhætta skapast, þá gerum við á ofanflóðavakt Veðurstofunnar okkar besta til þess að meta aðstæður og veita ráðgjöf staðbundnar aðgerðir til þess að draga úr líkum og slysum á fólki. Við höfum innan okkar raða ofanflóðasérfræðinga
Við höfum sérfræðinga í hættumati fyrir flesta þá staði sem að vaktaðir eru og síðan höfum við snjóathugunarmenn í héraði af því að það er mjög mikilvægt að vera með beintengsl inn á svæðið. Veðuraðdragandinn að þessu var norðaustanátt eins og þið þekkið með mikilli úrkomu, en úrkoman var féll sem snjókoma til fjalla en rigning á láglendi og í neðri hluta hlíða. Og uppsöfnuð úrkoma frá 9. til 18. des á Seyðisfirði eru 733 millimetrar sem er gríðarlega mikið, en mesta úrkoman kom þarna 14. til 18. desember. Þær aðvaranir og tilmæli sem við gáfum út í aðdraganda skriðuhrinu eru svona tekin saman lauslega hér. Við byrjum að setja inn opnar færslur á veður.is rigningartíð framundan á Austfjörðum þarna 9. desember. 13. desember er farið að vara við auknum líkum og skriðuföllum og grjóthruni á Austfjörðum og 14. desember síðan settur sérstakur aðvörunarborði á forsíðu veður.is aurskriðuhættu á Austfjörðum. En síðan þann 15. desember var mælt með því við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra að sett yrði óvissustig fyrir Austurland vegna skriðuhættu og stuttu síðar þann sama dag var mælt með því að lýsa yfir hættustigi fyrir Seyðisfjörð og að hús yrðu rýmt þar. Það sem við gerðum er að næstu daga þá fórum við reglulega yfir þessi tilmæli okkar og bættum við svæðum þar sem að mælt var með rýmingum eða varúð og vorum bara í reglulegum samskiptum við almannavarnir og aðgerðastjórn. Almannavarnir ríkislögreglustjóra eftir að óvissustig var sett á hélt reglubundna fundi með öllum aðilum þar sem að farið var yfir mat á aðstæðum og mögulegar aðgerðir. Forsendurnar okkar við mat á aðstæðum voru auðvitað þessi mikla uppsafnaða úrkoma sem olli því að við mæltum með þessu hættustigi og rýmingum. En þetta var svolítið sérstakt veður vegna þess að það var rigning allan tíman í neðri hluta hlíða en það snjóaði uppi. Og þess vegna töldum við ekki mikla hættu á skriðum sem voru með upptöku ofarlega í fjöllum. En svo gerist gjarnan í þessum farvegum til dæmis í Bjólfinum og sumum af hættulegri farvegunum, skriðufarvegunum sem eru aðeins utar í bænum undir Strandatindi, bænum Sunnaverðum. Við töldum ekki að það væri mikið vatn sem streymdi úr efri hluta fjalla niður á stallana í Strandatindi, en þessi stallar, sem sagt neðri botnar og þóar og þetta svæði voru talin þá mesta hættusvæðið. Vatnshæðamælar sem eru uppi, þeir sýndu mikla hækkun í byrjun veðurs. Það eru þarna nokkrir síreitandi mælar sem hægt var að fylgjast með á minni með 12 tíma fresti til að byrja með. En þeir hækkuðu síðan ekki mikið eftir það og ég sýni ykkur bara gögnin úr þeim. Þá sem sagt hækka þeir hérna allir en fara í svipaða stöðu og þeir voru hérna í lok október. Og héldu bara svona sirka þeirri stöðu að því sem við gátum séð af síreitandi mælum. Þannig að okkur fannst það svona vera vísbendingu að svæði væri að skila af sér vatni síðan áfram niður. Við töldum ólíklegt væri von á atburðum sem eru með endurkomutíma á stærðargráðunni 1000 ár í þessu, en við bjuggumst við jarðvegsskriðum í líkingu við þær sem féllu fyrstu dagana og að þær gætu farið stækkandi. Og skriðan á Nautaklauf sem féll 18. desember og tók með sér hús, það var á svæði þar sem hafði verið mælt með rýmingu og hafði verið rýmt. En hins vegar þessi stóra skriða sem féll síðan utan Búðarár, hún var svolítið annars eðlis heldur en hinar sem höfðu komið fram að því. Og það á sjálfsagt eftir að skrifa margar doktorsritgerðir þessa skriðu og við erum bara með svona fyrsta mat á henni hérna, þannig að bara hafið það í huga. En hún virðist hafa náð djúpt ofan í þykk setlög sem að mögulega hafa verið óhreyfð þarna í árþúsundir. En á þessu svæði þar sem þessi skriða féll, þá höfðum við búist við jarðvegsskriðum í veðrinu og að skriður gætu hlaupið í Búðará og eins og hefur gerst öðru hverju. Og okkar mat á aðstæðum og tilmælin sem við gáum út miðuðust við þetta. Jarðfræðilega greiningar sem hafa verið gerðar á svæðinu meðal annars í tengslu við hættumat og aðra vinnu, þau höfðu ekki gefið til kynna ummerki stórar forsögulegar skriður á þessum stað. Og við teljum núna ólíklegt að viðlíka skriða hafi hlaupið á þessu svæði jafnvel í 1000 ára. En svo sést hérna á mynd af skriðusárinu frá sérsveit lögreglunnar er að það nær þarna mjög djúpt ofan í. Hérna sést ofan á skriðuna og eyðilegginguna sem hún olli. Hérna sést sem sagt hættumat fyrir Seyðisfjörð og síðan útlínur þessara skriðu sem við svona höfum náð að teikna lauslega þá eftir að gera þetta alltaf sjálfsögðu betur og rýna betur í þetta.
Hættumatið fyrir Seyðisfjörð, það ofanflóða hættumat og það misjafnt við hvers konar tegund ofanflóða línurnar miðast við. Það miðast við þá tegund sem að talin valda mestri hættu á viðkomandi svæði. Þannig að sums staðar það krapaflóðahætta sem að hefur sem að það sem miðað við, og annars staðar það hætta á þurrum snjóflóðum og annars staðar það þá hætta á einhvers konar skriðuföllum. En þessar hættumatslínur, þær eru jafnáhættulínur og þær miðast við sem sagt dánarlíkur fólk sem statt í húsum. Þannig að þótt að skriða kannski nái út fyrir þetta svæði, þá það kannski ekki meira en við að búast ef að skriðan þess eðlis að hún myndi ekki valda beinlínis hættu fyrir fólk í húsum á svæðinu. Við byrjuðum sem sagt fljótt að reyna að setja svona tilmælin okkar fram á korti þannig að það væri auðveldara fyrir aðgerðastjórn að nota þau. Aðgerðastjórn síðan bara vann með okkur og útvíkkaði jafnvel þessi tilmæli á fleiri stöðum. Hérna svona kort sem var í byrjun rýminganna sem að sýnir svæðið þar sem við höfum mælt með rýmingum í byrjun og svæðið þar sem var að vitað að hús væru auð. Síðan þetta síðustu tilmælin okkar sem voru gefin út morgunin eftir að skriðan féll. Við endurskoðum þessi tilmæli stöðugt nokkru sinnum á dag og gáum út ný og ný tilmæli og kort eftir því sem að leið á þetta veður. Og það sést sem sagt á þessu að við í rauninni þá vanmátum aðstæður hér vegna þess að við byggumst ekki við skriðu af þessari stærðargráðu en við byggumst við því að það getur komið jarðvegsskriður niður á þetta svæði og hérna svæðið þar sem að skriðan féll, hún fer utan þetta svæði hér og höfum því ekki gefið út sérstök tilmæli fyrir húsin sem eru neðan við götu. En vitum til þess samt að haft hafi verið samband við fólk í einhverjum af þeim húsum. Til þess að bara láta vita af skriðuhættunni. Eftir að skriðan féll þá þurftum við að meta aðstæður í skyndi aftur og það miðast við það að mögulega voru komnar aðstæður sem að jafnvel hefðu ekki skapast í hundruð eða þúsundir ára. Að við værum komin bara inn í þannig aðstæður. Og því mæltum við með rýmingu á öllum hættusvæðum í sunnanverðu Seyðisfirði, afmörkum að hættumatskorti Veðurstofunnar frá því í vor. Sem sagt öllum svæðum innan A-línu. Við á ofanflóðavakt Veðurstofunnar höfum síðan haldið áfram að reyna eftir bestu getu að meta aðstæður í samstarfi við fleiri aðila. Og í varúðarskyni þá höfum við gert ráð fyrir því að það geti ennþá verið vatnsþrýstingur í stóllunum ofan byggðar í Strandatindi, eða sem sagt sunnan til í Seyðisfirði, og að þær sprungur sem við sjáum geti verið óstöðugar og því höfum við mælt með áframhaldandi rýmingu hættusvæða. Það lagt reglulega mat á mismunandi svæði innan hættusvæðina og ráðgjöf veitt til aðgerðastjórnar viðveru og aðgengi. Hvar fólk geti farið í hús til að sækja eitthvað, hvar viðbragðsaðilar geti komið inn til að bjarga einhverju og hvaða svæði ætti algjörlega að forðast eins og staðan núna. Eftir að féll þá hafa margir aðilar hjálpast að við myndatökur og mælingar, meðal annars Veðurstofan, Efla, sérsveitin og Landhelgisgæslan. Og á flygildismyndum og við athugun á stöllunum þá höfum við séð sprungur á mörgum stöðum. Og svona sprungur eru þetta einhvers konar merki óstöðuleika, að minnsta kosti tímabundin. En það samt ekki algengt, ekki óalgengt að sprungur myndist í stöllum almennt víða land þegar vatnsveður verða án þess að skriður endilega falli þessar sprungur. Og við vitum marga staði þar sem eru bæði ferskar og eldri sprungur sem að myndast og gróa síðan aftur. Það hafa verið gerðar mælingar með alstöð og speglum sem eru til staðar í botnabrún og neðri botnum og þetta gert til þess að sjá hvort einhver hreyfing hafi orðið á þeim. Og sums staðar í neðri botnum sást talsverð hreyfing, mismikil á milli staða frá síðustu mælingu sem við gerðum þá fyrir þetta veður, sem líklega af sama stærðarþrepi og í skriðuhrininu 2001, en við höfum þó ekki svona nákvæmar mælingar þá. Mælingar á milli daga núna sýna að hreyfingin hefur hægt mjög mikið á sér, sem auðvitað góðar fréttir. Mælingar á vatni í borholum og síritandi vatnshæðamælum sem einnig eru til staðar, sýna að vatnsþrýstingur hefur farið lækkandi stöðugt eftir að veðrið gekk yfir.
Ég veit ekki hvort að nærst að sjást hérna aðeins. Þetta myndband frá sérsveit lögreglunnar. Þeir hafa flogið fyrir okkur með flygildi yfir stór svæði þarna og tekið mjög góðar myndir. Þannig að hérna sést aðeins í skriðusári, það er mjög djúpt og út frá því ganga síðan sprungur yfir stærra svæði. Eins og gerist raunin oftast í svona skriðum. Hérna er svona fyrsta kortlagning af sprungum og skriðusárum sem eru til staðar. Og þær mælingar sem hafa verið gerðar í dag er að það hafa verið gerðar mælingar á vatni í borholum bæði í Botnabrún og í Þóa. Við höfum eftir að fá niðurstöður úr því. Við höfum eftir að setjast niður eftir þennan fund og fara yfir alla mælingar sem hafa verið gerðar í dag. Það hafa verið settir upp, held ég, 6 speglar til viðbótar. 4 þeirra að mér skilst í kringum sárið á stóru skriðinu og síðan 2 í Botnabrún. Og þessir speglar eru hugsaðir til þess að hægt sé að nota allstöð til þess að meta nákvæmlegar hreyfingar. Þannig að við erum að fjölga þarna speglum á þessu svæði til þess að geta metið betur áframhaldandi hreyfingar í framhaldinu. Speglar voru mældir þá í dag og á morgun þá fást upplýsingar hvort til dæmis haugurinn utan við búðar á sýnir hreyfingar þegar nýju speglarnir verða mældir aftur. Þannig að þetta mun aðstoða við að meta hvort það sé óhætt að fara inn á skriðusvæði og fara í björgunarstörf. Svæðið frá Dagmálalæk út í Þóa hefur verið gengið til þess að kanna með mögulega sprungur eða önnur merki um óstöðuleika. Ég á líka eftir að fá niðurstöður úr því. Og síðan þessi sprunga sem hefur sést í Botnabrún sást ekki á flygildi. Hún var ekki var að kafa í lúpínu eða einhverjum gróðri, en hún hefur verið mæld með GPS-tæki. Og næstu skref eru þau að þetta eru auðvitað atburður sem er mjög mikilvægt að læra af. Við verum að gera allar þær mælingar sem hægt er og meta aðstæður á öllu svæðinu. Og það er verið að gera núna áætlanir rauntímavöktun á svæðinu. Þannig að það er verið að gera áætlanir að reyna að setja upp mælibúnað sem sendir stöðugt frá sér upplýsingar hreyfingu á svæðinu og vatni í borholum. Þannig að hægt sé að meta aðstæður í rauntíma. Það er frumathugun í gangi og ég veit ekki hvort að það verður sagt betur frá því á eftir á varnarkostum fyrir allan sunnanverðan Seyðisfjörð og hefur verið í gangi svolítinn tíma. En í framhaldi af þessu þá verða varnarkostir fyrir svæðið á milli Stöðvarlækjar og Búðarár metnir og tækniskærslu skilað á næstu vikum. Og þetta er ekki í sjálfu sér Veðurstofan þótt hún hafi einhver aðkoma að þessu. Frumathugun vegna varna fyrir sunnanverðan Seyðisfjörð er áformað að skila í vor að því ég best veit. Það hefur líka verið verkefni í gangi þar sem að óstöðugar hlíðar eru kortlagðar, það er að segja hlíðar sem að sýna hreyfingu þar sem að við gætum búist við stærra framhlaupi. Og hugmyndin er þá að kortleggja þá vöktun og möguleika fyrir þessar hlíðar þar sem að fólk talist hafa hætt af slíkur hlíðum. Það er líka verið unnið að því að koma upp litakóða fyrir mat á skriðuhættu sambærilegt við það sem gert er í veðrinu. Þið þekkið þessar gulu viðvaranir og appelsínugulu viðvaranir í veðrinu, að þetta sé gert líka fyrir skriðuhættu. Þetta er eitthvað sem hefur verið unnið að og hefur verið stefnt að setja upp í vor. En þetta er ekki staðbundið mat, heldur er þetta svæðisbundið mat fyrir heila landshluta. Þannig að í svona veðri svo núna þá hefur við verið komin upp á gulan fyrir Austfirði, ákveðin tíma fyrir áður en að veðrið byrjaði, síðan appelsínugulan og síðan rauðan þegar við erum komin þarna þegar það komið almannavarna hættustig. En það er þannig að vöktun á ofanflóðum, hvort sem það eru snjóflóð eða skriðuföll og rýmingaraðgerðum fylgir alltaf einhver óvissa. Og rýmingar eru þar eða ekki afar óþægilegar fyrir íbúa og þess vegna hefur stefnan á Íslandi verið að reyna að bæta stöðuna á hættulegustu svæðunum í þéttbýli, það er að segja C-svæðum, á varanlegan hátt, annaðhvort með uppkaupum húsa og flutningi byggðar eða með varanlegum vörnum.
Og það hefur líka verið mikilvægt að svona passa upp á það að skipulag sé að þróast í rétta átt, þannig að byggðir séu smá saman að þróast inn á hættuminni svæði. Þetta var það sem ég vildi segja. Takk kærlega fyrir. Við þökkum Hörpu kærlega fyrir. Þá komið að Jens Hilmarssyni, varðstjóra, og hann vettvangsstjóri á Seyðisfirði og hann hefur borið mikið þunga á starfinu þar. Gjör svo vel, Jens. Já, takk fyrir það. Já, ég heiti Jens Hilmarsson og vettvangsstjóri á Seyðisfirði í þessu erfiða máli. Ég búinn að vera hérna síðan á þriðjudag, meira og minna, en á þriðjudag þá byrjuðu þessi flóð að koma og til að byrja með var starfsemin bara í rauninni fólgin í því að ná utanum hvað væri raunverulega að gerast í Seyðisfirði og hvort þetta væri stækkandi vandamál og þá hvernig vandamál þetta væri. Og strax á þriðjudagskvöldi þá virkjuðum við vettvangsstjórn og björgunarsveitin hefur bara frá byrjun komið mjög myndarlega að þessum aðgerðum vettvangsstjórnar. Við vorum með aðstöðu í Sæbóli og í rauninni lögðum undir okkur húsið bara í þessu verkefni. Það var gríðarlegt vatnsveður hérna, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag. Ég hef bara aldrei lent í svona vatnsveði. Í rauninni verð ég að segja það að það var ótrúlega góð, og ég kem mér ekkert á óvart í rauninni, en góð samvinna við bæjarbúa og þegar að koma að rýmingu eða láta fólk vita að það væri ekki endilega í rýmingu en á hættusvæði. Fólk tók okkur alltaf mjög vel og hafði fullan skilning á því sem við erum að segja. Og fólk fór úr húsum í rauninni bara þegar við vorum að tala við þau. Þannig að öll þessi samvinna, bæði við að rýma hús og rýma hverfi og svo í aðdraganda að þessu stóra flóði var bara mjög góð. Svo kemur þetta stóra flóð og það breytir náttúrulega bara öllu og það þurfti eiginlega ekkert að segja við bæjarbúa. Ég held að bara það allir reikna með því að stefnan yrði tekin svona eins og hún var tekin og að rýma heilt bæjarfélag á klukktíma er náttúrulega alveg með ólíkindum. Það hefði aldrei geta verið svoleiðis nema bara því að bæjarbúar voru bara með sitt á hreinu og fylgdu okkar tilmælum alveg í hvívetna. Varðandi björgunarsveitarmenn, hitann og þungan af því starfi sem að hér hefur farið fram á þriðjudag hefur verið borið af björgunarsveitarmönnum hérna á Seyðisfirði. Þið Seyðfirðingar, þið þekkið þetta fólk, ég ætla ekki svo sem að vera að taka einhvern einn fram fyrir annan og nafngreina hér, þið þekkið þetta fólk. Það sem að við höfum gert hérna hefði aldrei verið hægt nema fyrir þetta fólk sem bara hefur lagt sólarhringana saman í að láta hluti ganga upp. Núna, eftir að fór að koma, eftir úrkoma hætti og fór að komast jafnvægi á hluti, vatna síga og kannski hættan að minnka, þá höfum við aflétt rýmingum og tekið á móti Seyðfirðingum aftur niður í Seyðisfjörð. Og verð ég að segja að það tókst líka bara mjög vel. Auðvitað erum við ennþá með rýmingar í gangi í nokkrum hverfum í bænum og höfum verið með tilmæli til Seyðfirðinga hvernig við umgöngumst þær rýmingar og við höfum lagt okkur í
líma við að reyna að þjónusta Seyðfirðinga sem best. Auðvitað þetta pínu tímafrekt og dagurinn í dag hefur aldrei farið í þetta og bara verið að dástaða þeirri biðlund sem Seyðfirðingar hafa sýnt sem á svona einhverju þurft að bíða aldrei lengi eftir að komast heim til sín og sækja það sem var hægt að sækja og þess að geta haldið mögulega jól einhvers staðar annars staðar. Sumir hafa ekki ennþá komist heim til sín og bara verði að segja bara það lýsir ótrúlegri biðlund og jafnlundageði fólks sem ennþá þarf að bíða og bíða til morguns mögulega til þess að komast heim til sín til þess að sækja það sem þarf að sækja og gera það sem þarf að gera. Við ykkur Seyðfirðingar vil ég segja það. Við hérna í vettvangsstjórninni, við viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að við getum gangið sem best fyrir ykkur. Og við komum sem fyrst með þennan atburð aftur fyrir ykkur. Og við viljum bara þakka það samstarf sem nú þegar hefur átt sér stað. Ég vil segja þetta gott í bili. Takk fyrir þetta, Jens. Þetta var gott að heyra í þér, manninn á staðnum. Við Björn ákváðum að bæta Guðmundi Hólm Guðmundssyni frá Rarik inn á mælindaskrána því það er svona ýmislegt að gerast þegar kemur að veitumálunum, þannig við biðjum hann næst að taka til máls. Komiði sæl. Hérna er svona yfirlitsmynd yfir það svæði sem verst varð út úr þessu hjá okkur. Já, Rarik. Sjáum við myndina? Sjáum við ekki myndina? Nei. Hún sést á YouTube útsendingunni. Ok. En það fór ansi vatn af ansi stóru svæði þegar að stóra skriðan kom og rafmagnið fór á bænum. Ástæðan er sú að það fór ein spennistöð hjá okkur í flóðinu. Það var svo sem strax farið í það að reyna að lágmarka svæðin eins og hægt er. Í dag eru rafmagnslaus 4 hús ennþá við Austurveg og verða það áfram þar til að hægt verður að setja upp nýjan götuskáp á staðnum. En það verður ekki hægt fyrir að búið að hreinsa þannig að drullan síi ekki alveg og vatnið jafnóðum á mannskapinn þar sem við þurfum að fara undir gamla yfirborðið til að komast í heila strengi. Hitaveitan er komin núna, fjarvarmaveitan, hún er komin út af Búðaránni. Það sem búið að hleypa á öll hús út af Búðaránni, heitu vatni. En lengra komumst við ekki í því fyrir við komumst í brunna sem eru undir stóruskriðunni. Og því ljóst að þess eitthvað að bíða. Það eru 2 brunnar hérna og við þurfum eiginlega að komast í það báða áður en við getum hleypt vatni lengra. Guðmundur, fyrirgefðu mynd, viltu prófa að setja myndinu upp aftur, hún sést ekki? Taka myndina niður. Þarna á hún að vera komin upp aftur. En það er sem sagt fjarvarmaveitan er ekki virk utan við Búðará í dag og verður ekki hægt að koma á lengra fyrir en við erum komust í brunnana sem eru undir skriðunni. Og það verður ekki fyrir en að búið fyrir bara það er að opnast í gegn skarð eftir veginum í gegn. Húsin sem sagt utan við stóru skriðuna eru því ekki tengt fjarvarmaveitunni eins og er. Við komum rafmagni á allt utan við stóru skriðuna á laugardaginn. Þannig að það er rafmagn á öllu utan við stóru skriðuna sem er tilbúið, alla sem eru tilbúinir til að taka við rafmagni. Þannig að eina sem er rafmagnslaust eru þessi hús við Austurveginn.
varðandi fjarvarmaveituna, þar sem að hún ekki afhent í dag, þá búið að koma, eftir því sem að mér skilst, að þá búið að koma rafmagnsofnum í þau hús öll til þess að koma í veg fyrir frostskemmdir og halda þeim þýðum. Það var gert í samstarfi við aðgerðarstjórn. Það var eitt hús þarna Austurveginum af þessum 4 sem eru án rafmagns, sem ekki með hitaveitu, en það búið að koma bráðabirgða rafmagnslögn ofan á fyrir það til þess að halda því frostlausu. Þannig að áframhaldandi aðgerðir við að fjölga í því verkefni að allir fái heitt vatn og rafmagn mun fylgja í rauninni hreinsunarstörfum og við fylgjum bara strax á hæla og þetta verður unnið bara leið og hægt það verður engin bið á því. Þá held ég að þessar yfirferð sé svo sem lokið, nema það var eitt atriði að bætast við núna ekki fyrir löngu síðan, sem að okkur finnst nú ekkert skemmtilegt, en það bara eitt verkefnið. Það var að hlaða ís á línuna yfir Fjarðarheiði. Og það þarf að taka rafmagn af línunni á Landsneti til að hreinsa af henni ís. Og það verður gert á tímabilinu. Þeir taka af klukkan 10 og rekna með að vera til svona 4. En klukkan 9:30 í fyrramálið reiknum við hjá Rarik með að fara í það að skilja okkur frá Landsneti og ætlum okkur að reyna að halda rafmagni á bænum, öllu sem innan við skriðu og út að norðanverðu. Þannig að það bara svæðið utan við skriðuna sem á að verða rafmagnslaust á morgun. En það gæti orðið rafmagnstruflanir og það gæti farið rafmagni. Það ekki hægt að lofa neinu. Við gerum okkur besta bara í því. En af því að spennistöðin fór þarna hjá okkur, þá getum við ekki haldið rafmagni á útfjörðina sunnanverðu meðan þessum aðgerðum stendur. Þá held ég sé búin í bili. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Þakka kærlega fyrir Guðmundur. Ég vil ítreka það að þið getið sent inn spurningar inn á múlaþing.múlaþing.is. Við tökum spurningarnar í lokin og næst á mælindaskrá Hulda Ragnheiður Árnadóttir, framkvæmdastjóri Náttúruhamfaratrygginga Íslands. Já, komið sæl. Af því að margir hafa ekki heyrt talað oft Náttúruhamfaratryggingu Íslands, þá vil ég bara byrja á því að segja ykkur aðeins frá því að hún tók við af viðlagatryggingu Íslands sem það var gerð þessi nafnabreyting árið 2018 og Náttúruhamfaratryggingu Íslands opinbert vátryggingafélag sem starfar á grundvelli laga bara þessa tilteknu stofnun og allt fjármagn sem við höfum til bóta kemur til af iðgjöldum sem að greitt til stofnunarinnar og iðgjöldin eru þannig að allar fasteignir, allar húseignir á Íslandi eru skyldubunatryggðar og skyldutryggðar fyrir náttúruhamförum. Og það sem að hefur aðeins komið fram núna undanfarið að þetta hámark vátryggingabóta byggir á því hvert vátryggingaverðmætið og það brunabótamatið lagt til grundvallar á iðgjöldunum. Það greitt ákveður hlutfall af þeim til okkar. Margir ekki meðvitaður það hvernig fólk greiðir þessi iðgjöld og þess vegna finnst mér mikilvægt að fara aðeins yfir það líka að þegar þið greiðið tryggingarnar ykkar til almennu vátryggingafélagana þá sjá þau fyrirtæki sjá að innheimta iðgjald til okkar á sama tíma og ef þið kíkið á greiðsluseðla fyrir þessu þá alltaf tilgreint iðgjald til náttúruhamfaratryggingar þar. Og við erum náttúrulega bundin af þessum lögum sem stofnunina gilda og höfum lítið svigrúm til að gera neitt þar fyrir utan. En okkar hlutverk mjög skilgreint þar sem að tryggja að þeir sem verða fyrir tjóni í náttúruhamförum fái þær bætur sem að þeir eiga rétt á samkvæmt þessum lögum.
nr. 55 frá 1992 og sem opinber aðili þá höfum við í rauninni engan hagnaðardrifinn tilgang. Við höfum bara þann tilgang að greiða út bætur til þeirra sem eiga rétt á bótum og það er rosalega mikilvægt fyrir ykkur að treysta því að við leggjum okkur öll fram að veita ykkur eins góðar upplýsingar eins og við getum og gerum allt sem í okkar valdi stendur til að bæta öll þau tjón sem okkur er heimilt að bæta. Við vinnum bara eins hratt eins og við getum og viljum gera allt sem við getum til þess að aðstoða ykkur og þjónusta ykkur vel og við höfum í mörgum tilvikum í atburðum sem þessum eða reyndar hafa ekki komið svona stórir atburðir mjög lengi hjá stofnuninni en við gerum allt sem við getum til þess að ná sambandi við þá sem að verða fyrir bótum, fyrir tjónum ef við heyrum ekkert frá þeim og við höfum svona aðeins verið að ýta á það núna undanfarið að við fáum upplýsingar frá bæði sveitarfélaginu og þeim sem að geta gefið upplýsingar á vettvangi tjónin, hvaða hús er að skemmast og svona. Í þeim tilgangi að við getum haft samband við þá sem ekki eru í aðstöðu til þess að tilkynna sjálfir. Þannig að mér langar til þess að bara þið vitið að ástæðan fyrir því að við erum að hvetja til þess að fólk láta okkur vita sem fyrst af tjónum sem að hafa orðið hjá ykkur. Það er til þess að við getum þjónustað ykkur sem allra best og getum svara sem fyrst spurningum og eitt óvissu sem er hjá mörgum og getur bara verið skaðlegt að ganga lengi með óvissuna það hvað bæturnar koma til með að verða háar og svo framvegis. Þannig að við erum fyrst og fremst að gera þetta með hag íbúanna að leiðarljósi. Og til þess að tilkynna hjá okkur þá getið þið haft samband við okkur í síma eða þið getið líka sendt í gegnum, það er langbest að þið getið sendt í gegnum heimasíðuna hjá okkur sem er nti.is. Fyrstu stafirnir í Náttúruhamfaratrygging Íslands, NTI. Og þar eru mjög góða leiðbeiningar það hvernig þið sendið inn tilkynningar. Og það er bara mjög gott fyrir okkur að segja líka frá því að ef einhverjir eru ekki í aðstæðum sjálfir og ekki stakk búnir til þess að annast samskipti við okkur, að þá er líka hægt að tilnefna umboðsmann fyrir ykkar hönd og við getum þá verið í sambandi við einhvern sem að þið hafi gefið leyfi til þess að við séum í samskipti við út af ykkar tjónum. Og það sem að kannski bara er búið að spyrja okkur alltaf mikið það er bara hvað gengur þetta hratt fyrir sig. Við getum í rauninni engu svarað það núna vegna þess að það er ekki okkar höndum að hafa stjórn á endurbyggingaferlinu sjálfu. Það er sveitarfélagi sem fer með skipulagsvaldið og eins og Harpa kom inn á áðan þá þarf að klára hættumat og það er ýmislegt sem þarf að gera áður en hægt er að svara til það hvað má endurbyggja og hvað ekki og það er þannig að þar til að skipulagi liggur fyrir þá verðum við bara að vera þolinmóð og svona vinna saman að því að gera það sem við getum gert til þess að undirbúa okkur en það er ekki hægt að ljúka uppgjörum tjónamála alveg 1, 2 og 3. Fulltrúar frá okkur, ég ásamt sérfræðingi í tjónamati og matsmaður komum til Seyðisfjarðar á morgun og við verðum til viðtals í þjónustumiðstöðinni, allavega einhver okkar og síðan er líka hægt að óska eftir viðtölum og heimsóknum frá okkur eftir því sem að við verðum komið og þeir sem að þess óska mættu endilega senda bara post til mín á hulda@nti.is eða hringja og við bara vonumst til þess að eiga áfram gott samstarfi eigendur og fulltrúa sveitarfélagsins. Við erum búin að hafa samband og heyra frá mörgum af þeim sem að hafa orðið fyrir tjóni og ég trúi því bara að við vinnum okkur best í gegnum þennan atburð með samstöð og samvinnu sem allra flesta aðila og ég langar bara til þess að segja ykkur að þetta eru fyrir okkur sem að stöndum svona fyrir utan þetta mjög erfiðar aðstæður og ég get ekki reynt að setja mig í aðstæður ykkar sem að þarna eru. Mér langar bara til að óska ykkur gleðilegra jóla þeim sem ég ekki hitti fyrir þann tíma og bara vonast þess að við eigum mjög gott samstarf. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir Hulda. Þá er komið að Víðir Einarssyni yfirlögregluþjóni hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra. Gjör svo vel, Víðir. Já, góðan daginn. Fyrst til þess að byrja að þakka öllum sem hafa komið að þessum björgunarstörfum og vegum almannavarna
fólki allt land, en auðvitað hefur hitinn og þungi verið á ykkur heimafólkinu. Og framundan auðvitað áframhaldandi úrvinnsla og mat- og skriðuhættur eins og Harpa fór vel hérna yfir áðan, og það mun stýra atburðarásinni í okkar verkefni næstu dagana. En á sama tíma erum við byrjað að horfa langt fram á veginn og með hvaða hætti almannavarnir geta stutt við endurreisn og úrvinnslu atburðarins. Eftirmála náttúruhamfara langhlaup og leiðilegt að segja það, en við þurfum að vera þolinmóð þeirri vegferð. Þetta mun taka tíma. Það verður erfitt að fá svör við öllu og mörgum finnast þetta taka langan tíma og umgjörðin verða flókin. En við munum leggja okkur fram við að einfalda málin fyrir íbúa og í ljósi þess eins og fram hefur komið hefur ríkislögreglustjóri ákveðið að opna þjónustumiðstöð almannavarna á Seyðisfirði, og þetta er verkefni sem við fengum í lögum frá 2008 og þetta hefur verið nýtt í nokkrum hamförum síðan, þannig að því miður búum við yfir reynslu af rekstri af þessu og vitum svona að einhverju leyti hvað býður okkar þó að engar hamfarir séu eins. Það eru starfsmenn ríkislögreglustjóra komnir austur á Seyðisfjörð og farnir að vinna með sveitarfélaginu, Rauða krossinum, náttúruhamfaratryggingu, björgunarsveitum, vettvangsstjórnum og aðgerðastjórnum og fleiri aðilum að þessu langtímaverkefni okkar. Við byggjum þetta hægt upp. Og verkefni þjónustumiðstöðvarinnar snúa fyrst og fremst að því að íbúar og aðrir hagsmunaaðilar á svæðinu þurfi bara að koma á einn stað til þess að fá upplýsingar. Það verði ekki þannig að menn þurfa að fara út allt og hringja út allt, heldur að þarna verði aðilar sem geti svara spurningum og veitt upplýsingar, og ef að svörin liggja ekki fyrir þar þá mun fólki sem starfar í þjónustumiðstöðinni leita svörum fyrir ykkur. Starfsemi til að byrja með verður í fjöldaþjálfarstöðinni í Herðubreið á Seyðisfirði. Og langar bara að segja svona í lokin að við munum vera eins lengi svo þarf með ykkur í þessu verkefni og við munum gera okkar besta til þess að hjálpa ykkur við að milda áhrifin til lengri tíma. Og Seyðisfjörður verður eftir öruggur og góður staður til þess að dvelja á og búa á. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Hugrasamt að heyra þetta. Þá er þarna Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, sérfræðingur í almannavörnum. Hún er næst á mælendaskrá. Já, komið sæl. Ingibjörg Lilja heiti ég og mér langaði bara til að láta ykkur vita að við erum komin á staðinn 3 frá almannavörnum, Ingibjörg Lilja, Vagn og Ingólfur, og við erum bara byrjuð í undirbúningnum við það að opna þjónustumiðstöðina og eins og hefur komið fram að þá er hægt að fá aðstoð þar af ýmsu tagi og verkefnin að þau eru bara einfaldlega háð því og þeirra aðstoð sem fólk þarf og það er líka bara hægt að koma til þess að vera í kaffispjalli og allt frá því að vera bara í hefðbundnu kaffispjalli og yfir í sálrænan stuðning sem haldið utanum af HSA, sveitarfélaginu, kirkjunni og Rauða krossinum, og á svona stundu er líka bara svo ótrúlega dýrmætt og mikilvægt að vita hverju maður á von á, vita hverju maður á von á sjálfur, vita hvernig maður getur hjálpað börnunum sínum og svo framvegis, og við erum með stuðning fyrir það og við erum með fræðsluefni, þannig ég hvet ykkur bara til að kíkja við og koma og heimsækja okkur. Og við, eins og Víðir sagði, við verðum bara hérna eins lengi og þarf. Takk fyrir kærlega. Takk kærlega fyrir þetta, Ingibjörg. Það eru fleiri hérna á fundinu sem að geta tekið við spurningum ef það eru þessi eðlis hérna er Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn, Þórhallur Arnarsen með okkur hér og Hjalti Bergmann Axelsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn og aðgerðastjóri hann er staðsettur á Egilsstöðum. Svo er Pétur Heimisson, læknir og umdæmisstjóri sóttvarna á Austurlandi og fleiri heilbrigðisstarfsfólk. Þannig að það eru margir sem geta svarað. Nú er bara spurningum hvort einhverjar spurningar hafa komið inn. Það var eiginlega aðrir að taka við hér því ég hef ekki fengið neitt. Hvað segirðu Björn eða einhver? Hvað vegum? Þú átt að vera búin að fá spurningar sendar í tölvupósti og Kristján líka á Björn. Ég er sko ekki með hérna... Er hann hérna niður, já. Ég er nefnilega aðgangnum hans Kristjáns. Við.
Þetta er skalið, já. Sko það eru, ég get alveg byrjað hérna sko. Já, gerðu það. Það eru svona ýmsar spurningar sem að mér sýnist að sko við þurfum nú bara að taka saman upplýsingar meðal annars það að það er óskað eftir því að sko samantekt á þessum fundi verði líka, að verði teknir saman punktar líka á öðrum tungumálum en íslensku og ég held að það sé bara mikilvægt að við gerum það. Þannig að íbúar sem eða semst erlendir íbúar að þeir verði upplýstir það sem hér fer fram. En síðan er spurning sko sem hljóðar svo viðbragðsáætlun, nokkuð margir einstaklingar lenti í flóðunum eða voru inni á svæðinu, hvernig á að bregðast við í svona aðstæðum? Hvert á að fara ef maður er inni í húsi þegar kemur jarðskjálfti á maður að fara í dyragætt, hvað gerir maður í flóði? Bíður bara og vonar og spurningamerki. Og það er spurning hvert ég má beina þessu, má ég beina þessu til tímvíðir? Já, ég skal reyna að svara. Það er bara mjög erfitt að gefa eitthvað eitt út fyrir það. Þetta er svo mismunandi eftir aðstæðum að hverju sinni og húsagerð, tegundaflóð og öðru slíku, þannig að það er mjög erfitt að koma með einhverja eina leiðbeininga það eins og við höfum kannski með jarðskjálftann að gera. En okkar varnir í skriðuföllum skammtímavarnir byggja fyrst og fremst á rýmingum og reyna að koma fólki úr hættu, en það verður erfitt að segja til það nákvæmlega hvað er best að gera í hverju húsi fyrir sig. Það er nánast ómögulegt því miður. Takk fyrir þetta. Síðan er hér önnur spurning sem ég ætla það bara að beina til aðgerðarstjórnar eða verkfallsstjórnar og hún hljóðar svo. Ég hef spurningu fyrir fundin í dag. Hvers vegna var ekki búið að rýma Hafnargötuna á föstudaginn? Já, Atli, ég skal bara taka þennan bolta, Hjalti heiti ég. Það var sá hluti Hafnargötuna sem hafði verið mælt með rýmingu á frá Veðurstofunni var búið að rýma. Önnur hús sem var raun ekki mælt með rýmingu líkt og björgunarsveitahúsið voru utan þess svæðis og voru ekki rýmd, en það var búið að vara íbúa við í einhverjum af þessum húsum að halda sig til hlés og gera einhver ráðstafanir, en rýmingin náði til þeirra húsa sem var búið að mæla með og var búið að rýma, en öðru leyti ekki. Takk fyrir þetta, Hjalti. Og síðan kemur hér ein spurning sem snýr sem hljóðar svo. Mun verða séð til þess strax að þeir sem misst hafa heimili sín fá ekki senda rukkanir fyrir áhvílandi lánum. Verður gefin út trygging fyrir því að ofanflóða trygging yfirtaki greiðsluskylduna. Ætli þetta að sé ekki átt við náttúruhamfaratryggingu þarna? Jú, er það ekki? Það eru engin fordæmi fyrir þessum aðstæðum sem við erum að tala hérna. Ég held að þetta sé eitthvað sem er erfitt að gefa einhver loforð en ég held að sjálfsögðu þurfi bara vettvangsstjórnin aðeins að taka þetta til skoðunar. En það er ekki, við getum ekki lofað því núna að þetta sé eitthvað sem að verði tekið yfir af okkur enda ekki í okkar lögum neitt sem heimilar slíkt. En ég get alveg skilja að þetta séu snúnar aðstæður að fá rukkun af lánum fyrir þessu, en ég held að við getum ekki í rauninni sett neitt um þetta eins og er hjá okkur því miður. Geta kannski vettvangsvíðir, er þetta eitthvað sem er þetta ímynda sér að verði skoðað í þjónustumiðstöðuna að mál verði sett í eitthvað farveg, eða hvernig
Þetta bara, takk fyrir þetta. Þetta bara mjög áhugaverð góð spurning sem akkurat ekki að svara kannski 1 og 3, en við munum þá leita við að finna svörin og geta gefið þau út og miðla þeim áfram inn í punkta fundarins. Og síðan eru ýmsar spurningar sem að mér sýnist að þurfi nú að setjast yfir en það til dæmis hér kemur ein spurning og þú Harpa varst nú kannski búin að fara yfir þetta en ég nú samt að spyrja út frá stóru skriðunum á svo mikla sprungur í að minnsta kosti 2 hjöllum. Hver staðan á þessu svæði? Og síðan spurt líka hver staðan á svæðinu frá Nautaklauf út að Búðará og í 3. lagi hver staðan á botnunum, einhverjum innsta hluta þeirra. Já, þetta bara akkurat það sem verið að kanna núna. Og við metum, við erum með fólk á svæðinu sem að kanna aðstæður og skoða hvernig aðstæður að þróast. Það verið að mæla þarna núna á hverjum degi til að sjá hvort það sé einhverjar hreyfingar og fylgjast með því að vatnsþrýstingur sé að lækka á svæðinu. Við vitum að tíminn vinnur með okkur og meðan ekki rigning að svæði verður smá saman stöðugra. Þannig að þetta eitthvað sem núna í stöðugu mati, hver staðan nákvæmlega og hvort hætta sé á þessum svæðum. Það ljóst eftir svona stóra skriður að það oft í langan tíma eftir sem að heldur áfram að hrynja í skriðusárinu. Í flestum tilfellum eru það þá miklu minni skriður heldur en fyrsta stóra skriðan, en það hætta á því að skriðusárið verði óstöðugt eitthvað áfram og geti farið að hrynja úr því í rigningatíð. Síðan kemur hér önnur spurning sem að ég ætla þá að beina bara til þín líka. Það þessi spurning, getið þið útskýrt hvernig þið komist að niðurstöðu hvort fjallið sé öruggt eða ekki? Hvernig ferlið? Hvaða mælingar gerið þið og hver eru skekkjumörkin ef einhver? Það sem að þarf að gerast núna sem sagt að sjá að hreyfingar minnki. Og það sem að við viljum líka gera núna, að það að setja upp síreitandi mælingar fyrir svæðið. Þannig að hægt sé að fylgjast með frá klukkutíma til klukkutíma hvort einhver hreyfing sé á svæðinu. Og ég tel að það bæti öryggi mikið og vonumst til þess að hægt sé að setja upp þannig kerfi. Þannig að hægt sé að fylgjast með jafnóðum. Ég veit ekki hvort að Tómas Jóhannesson, félagi minn á Veðurstofunni, vilji bæta einhverju við þetta. Ég get bætt nokkrum orðum. Við vorum einmitt í dag á fundi með sérfræðingum sem vinna með okkur í Sviss vöktun á svona skriðusvæðum og við erum að gera núna áætlun frekari mælingar meðal annars með Eflu. Þau tæki sem við erum með núna eru þau tæki sem Harpa lýsti sem eru sem sagt vatnsþrýstingsmælingar í borholum og daglegar endurmælingar á speglum sem gefa okkur til kynna hreyfingu á jarðlögunum og eftir samráð við þessa sérfræðinga þá sýnist okkur að það sé vænlegast að fjölga speglunum sem þegar búið að gera að vissu leyti og koma upp sjálfvirkum búnaði sem les af speglunum daglega. Það getur þá orðið áframhaldandi vöktunarkerfi sem verður bara rekið þarna til frambúðar. Einnig í ráði að koma upp svokölluðum GPS-mælingum sem eru síritandi mælingar líka með tækjum sem komið verður fyrir uppi á svæðinu og senda niðurstöður óháð veðri. Þannig að þá erum við bæði með þéttar mælingar á þessu speglum sem sýna okkur yfir mjög stórt svæði hvernig hreyfingin og svo ákveðnar mælingar sem við erum örugg með að fá jafnvel þó að snjór sé yfir speglunum eða skýjað og ekki sjáist til þeirra. Og svo erum við með ýmis önnur mælitæki í skoðun en þetta virðist vera vænlegasti kosturinn. Það ljóst að í framhaldi af þessum atburðum að þá þarf að setja upp vöktunarkerfi sem gefur
daglegt yfirlit stöðuna á svæðinu án þess að menn þurfi að fara í sérstakar vettvangsferðir upp í svæðið. En það verður á næstu dögum send tillaga fyrirkomulag þessa vöktunarkerfis og því verður síðan komið upp eins hratt og unnt eftir að þær tillögur liggja fyrir. Síðan viðbótarspurning hér, það spurt, þurfum við að gera einhverjar varúðarráðstafanir fyrir vorið í tengslu við leysingar og mögulegar aurskriður og svo líka spurt, það möguleiki að fólk fái ekki að búa á þessum svæðum aftur í bráð eða jafnvel aldrei? Fyrir vorið, svo ég taki nú bara því að þessi spurning aðeins í sama anda, fyrir vorið þarf að koma til þessu mælibúnaði sem ég að tala Við munum þá með honum telja okkur geta metið hættuna á yfirvofandi skriðuföllum af þessum toga. Varðandi skipulagssvæðisins þá það á forræði Seyðisfjarðarbæjar að meta stöðuna og uppbyggingu á svæðinu, varnir fyrir svæðið með ofanflóðasjóði og þeim ráðgjöfum sem að vinna í því. Eins og hefur komið fram í fjölmiðlum þá munu liggja fyrir tillögur varnir, aurskriðuvarnir fyrir suðurhluta Seyðisfjarðar þar sem þetta svæði á meðal. En það var tekin ákvörðun það í dag og gær að sá hópur sérfræðinga sem að vinna að þeim tillögum muni skila Seyðisfjarðarbæ umsögn mögulega varnarkosti fyrir þetta svæði sérstaklega. Þannig að bæjaryfirvöld geti farið að ræða þær aðstæður vegna þess að það þörf á slíkum upplýsingum fyrir ákvarðanir tryggingabætur, úrvinnslumála hjá viðlega eða náttúruhamfaratryggingu og fleiri aðilum. Bærinn og ofanflóðasjóður munu halda áfram að vinna það mál, þannig ég ekki kunnugur því í smáatriðum, en það hefur semst verið flýtt umsögn stöðuna á þessu svæði sem skriðan féll á, þannig að einhvers konar bráðabirgðaniðurstöðu liggi fyrir bara mjög fljótlega, núna milli hátíða eða í fyrirhluta janúar, þannig að menn geti unnið þessa úrvinnslu á aðstæðunum sem nú sköpuðust á þess að bíða eftir því til vors eða sumars. Takk fyrir þetta. Það hér tvær spurningar til Hörpu og það með vísan í myndina sprungum sem myndast í botnunum. Og ég að forvitna sem sprungur sem hafa myndast og hverja líkurnar séu á því að fleiri skriður falli á íbúðarsvæði eins og til dæmis Botnahlíð og Múlaveg. Og síðan spurt, ég hef heyrt að það ein stór sprunga cirka frá Fossagötu út með Firði og sé aðeins spurningum hvenar ekki ef önnur stór skriða muni falla og taka með sér fleiri hús. Þetta satt? Eins og ég nefndi áðan þá og sýndi kort af, þá sprungur sem að hafa myndast í þessu vatnsveðri og í tengslum við þessi skriðuföll sem að verið að skoða. Eins og ég nefndi líka áðan þá hins vegar ekki óalgengt að sprungur myndist á svona hjöllum í vatnsveðrum eða jafnvel við einhverjar snjóbráðnunar aðstæðum eða eitthvað svoleiðis án þess að það fylgi því einhver algjörlega yfirvofandi hætta á stórum skriðum. Svona sprungur geta gróið upp aftur á einhverjum tíma og á mörgum svona svæðum þá sjáum við ummerki það að sprungur hafa verið að myndast og gróa aftur á einhverjum tíma. En það þarf vissulega að meta vel aðstæður þar sem að þessar sprungur hafa myndast og við þurfum að sjá að hreyfingar séu að hætta á þeim svæðum. Já, takk fyrir þetta. Síðan hér svona ýmsar spurningar, það meðal annars verið að óska eftir því eins og við komin á áðan að það teknar saman upplýsingar á allavega ensku til þess að koma út til íbúa, meðal annars hvar þeir geta leitað upplýsingar og við þurfum bara að setja kraft í það og koma því út sem fyrst. En svona í fljótt á litið þá sýnist mér ég ekki vera hér með alveg svona beinar spurningar umfram það sem fram hefur komið. Einhverjir sem vilja segja eitthvað að lokum, ef við eigum fara að loka þessu eða eitthvað, hvað viljið þið?
Ég þá ekki bara komið að því að ljúka þessu þar sem að, sko, það sem ég langar að segja bara að hugum minn hjá því fólki sem missti heimili sín og ég get reynt að ímynda mig hvernig það en ég mun aldrei ná því að ég hef aldrei upplifað það. Ég finn mikið til með öllum þeir sem get ekki verið heimi á sig jólin og svo allt óöryggi sem á Seyðisfirði og eina sem ég get sagt bara hvað þetta hvað maður tekur þetta nærri sér, hvað þetta sárt. En það sem við með áföll eins og þessi, að það bara eitt í stöðinni og það bara skýrt og það bara áfram. Eitt skref í einu, eitt fótinn fram yfir hinn. En það kom spurning hérna. Björn, ég var að tjóka hvað það Björn. Já, hér kemur spurning hversu stöðugur jarðvegurinn eftir svona hamfarir? Til annað eins geti gerst aftur, þarf þá samskonar úrkomu eða þol jarðvegsins minna? Þarf héðan frá minni úrkomu til að hætta skapist? Og síðan líka spurt hvernig með hinar hliðina á firðinum til þess Bjólf eru metnar aðstöður í skriðuföllum þeim megin einnig. Já, fyrst í sambandi við Bjólf, já, þar eru metnar aðstæður vegna skriðuhættu og í þessu veðri voru ekki taldar líklega líkur á skriðum sem sagt fyrir ofan þéttbýlið vegna þess að það eiga venjulega upptök þarna ofar í fjallinu þar sem snjóaði bara í þessu veðri. Varðandi það hvort að það séu aukin hætta núna þegar það kemur rigning, þá það vissulega í einhvern tíma en við reiknum með því að eftir því sem tími líður frá þessu þá verði aðstæður stöðugri. Á nýjanleik. Takk fyrir það. Það kom eitthvað fleira, Björn? Ég held að þetta sé nokkuð komið, sko. Hvernig beðið morðið? Gjörðu svo vel, Hjalti. Já, takk. Ég nú verið setið í aðgerðarstjórninni svona eiginlega frá upphafi þessu öllu saman og mig langaði svo sem bara að segja að lokum að frá okkar sjónarhóli að við höfum nú verið svo lánsöm að það slasaðist enginn í þessum hamförum og það hefur rauninni verið rauður þráður í gegnum alla okkar vinnu í aðgerðum og viðbrögðum að tryggja svo að svo verði áfram. Það hefur verið okkar markmið í ákvarðanatöku að við séum að stíga þau skref í það átt að við séum ennþá og áfram á þeim stað að ekki verði slys, við sluppum svona vel þarna föstudaginn síðasta og síðustu daga þar á undan. Takk. Ég held að við förum að ljúka þessu fundi núna og ég ætla bara að klára það sem ég var að segja áðan að þegar maður lendir í áföllum þá skýrt hvað þarf að gera, við þurfum að halda áfram. Við setjum hægri fótinn og svo vinstri og svo höldum við áfram, við förum í gegnum þetta og við förum í gegn og það bjartara hinum megin og bara takk fyrir hennar fund og ég vonast til þess að við eigum náið og gott samstarf í framtíð. Takk fyrir.